kennir okkur að vera glöð í Guði. En stundum getur það verið erfitt. Góð leið til að hressa sig við til dæmis að taka þátt í samkomu sem þessari. Jesús kom ekki í heiminn til að dæma hann, heldur til að frelsa og gefa okkur nýtt upphaf. Við í Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomu í dag. Nú eru 60 sekúndur eftir í samkomu. Verum því dugleg að deila samkomunni sem víðast til blessunar fyrir aðra. Tilbiðjum hann, konung sem sigurinn vann, mikið verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans. Mikið verk hans. Og hetja frá himni
sigraði gröf og allt sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verk þitt, við dönsum af gleði, svo fagnandi frjáls. Og Jesús þig gaf, því upphafið hátt og böl. Mikið verk þitt, mikið verk þitt og böl. Mikið verk þitt. Til frelsis frelsaði Kristur oss, halleluja. Því á að vera algjör frelsi í húsi Guðs og líka bara í líf okkar öllu. Hey, amen! Við ætlum að syngja aðeins leikur, spila aðeins leikur. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted, grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of the scars. Come back to communion. Come back to the start. Yes. And run into wide open spaces. Grace is waiting for you. And dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Kom í frelsið þitt, Jesus, halleluja. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. And chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah. Come on, son. Lyftum upp röddum okkar í dag. Hristum okkur fyrir það. Woo! Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord
koma svo, dansum í dag, halleluja. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Woo! Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Yeah, yeah. There is freedom. There is freedom. Shake it, someone. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here. Let there be freedom. Let there be freedom. Yeah, yeah. Let there be freedom. Woo! Come on! Halleluja. Velkomin á samkomu í Smárakirkju. Það sem andi drottins þar frelsi. Andstæðan við bókstafinn sem deyðir, að þá gefur andinn líf. Er það ekki dásamlegt? Mér langar til, að því að við erum öll að upplifa og reyna á okkar eigin skinni núna, jarðskjálftana og hræringarnar sem í gangi og við finnum aðeins fyrir því hérna á höfuðborgarsvæðinu að sjálfsögðu eins og flestir hérna í kring. En fólki í Grindavík og þar sögur frá virkilega að finna og þar ótti, vanlíðan og kvíði. Svo við skulum biðja fyrir Grindvíkingunum okkar og öllu fólkinu sögur frá. Faðir minn, við þökkum fyrir að megum leggja fólki okkar sögur í Grindavík og Reykjanes í þínar hendur. Við biðjum hlíf og vernd yfir þau, drottinn. Jafnvel þó jörðin hrærist, jafnvel þó að það komi stóri skjálftar, minni skjálftar, gos eða hver sem staðan drottinn minn, þá biðjum við vernd og hlíf yfir þau. Gættu þeirra, varðveittu þau og eigur þeirra í Jesú nafni og ég biðjum að andið þinn komi með frið, öryggi og huggun í þessum kringumstæðum sem þú aðeins getur gefið. Í Jesú nafni. Amen. Skulum lofa drottinn áfram. Krossinn finn ég náð, í blóði þín lausn. Hver fagur faðmur þinn, opinn hann opinn hann ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlausn mín, Jesús, Jesús, djúpur sál lækna mig.
undursamleg nánd þín. Fætur þína vil ég dvelja við, undursamleg heilög ásýnd, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesús, ekki skuldar þú mér neitt, og meir en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég þig, bara þig, Jesús. Ég iðrast, ég bið af gömlum vana. Ég iðrast, ég syng bara annað lag. Gef mér aftur lífið þitt, ég opna hjarta mitt í dag. Og ég iðrast, ég kem með eigin vilja. Ég iðrast að þú ert nóg, en gleymi því. Gef mér aftur lífið þitt, ég opna hjarta mitt á ný. Jesús, undursamleg nánd þín. Fætur þína dvelja vil ég við, undursamleg heilög ásýnd, og ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, ó Jesús, ekki skuldar þú mér neitt, og meir en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég þig, bara þig, Jesús, þá vil ég þig, aðeins þig. Já, enginn er sem þú, ég vil aðeins þig, því enginn er sem þú, ég vil aðeins þig, því enginn er sem þú, ég vil aðeins þig, því enginn er, ó enginn er sem þú, ég vil aðeins þig, því
er svo gott að segja honum það. Og þegar við játum nafni út og gerum það í einingu þá gerist eitthvað. Halleluja. Við að syngja þetta saman. Og lækning og laust fylgir líf okkar. Halleluja. Þess að hann kom að bjarga okkur. Halleluja. Hann kom niður og bjargaði okkur. Takk til ástar þetta. Og ég heyri í þína rödd, held ég fast í orðið þitt, þó ég sjái neitt. Þegar lífsins stormur blæs, ef löng og brött leiðin sú, hef ég hendur upp til þín, því ég á trú. Þá ég minnist þín, það gefur mér von. Ég á líf í mér, fyrir þinn son. Ást þín kom og frelsaði, ást þín kom og hún leysti mig. Ég þinn, ég meiri þinn. Djúpan dal yfir fjöllin há, syng ég hátt minni sál mína. Ég þinn, ég meiri þinn. Þegar hjartað fyllist von, sér hver loforð verður mig, finn ég þína náðar hönd, styðja við mig. Guð, ég þrái þig svo heitt, Guð, í auðmýkt kenn ég nú, lyfti höndum lofa þig, því ég á trú. Þá ég minnist þín, það gefur mér von. Ég á líf í mér, fyrir þinn son. Ást þín kom og frelsaði, ást þín kom og leysti mig. Ég þinn, ég eilífð þinn. Djúpan dal yfir fjöll
sál mín á, ég þín, ég vel í þér. Ást þín kom og frelsaði, ást þín kom og leysti mig, ég þín, ég vel í þér. Djúpan dal yfir fjöllin há, syng ég hátt minni sál mín á, ég þín, ég vel í þér, ég þín, sérhvern dag, Jesús, ég þín, sérhvern dag, Jesús, ég þín. Syngjum saman, ást þín kom. Ást þín kom og frelsaði, ást þín kom og leysti mig, ég þín, ég meir þín. Djúpan dal yfir fjöllin há, syng ég hátt minni sál mín á, ég þín, ég meir þín. Ó, dásamlegt. Það svo gott að lofa Drottinn. Það komið tími á samskotið ykkar, elsku vinnir. Við látum ekki bauka ganga. Baukar á borðinu hérna, svo posi frammi fyrir þau ykkar sem vilja taka þátt að gefa, og þeir sem eru heima ættu að fá upplýsingar á skjáin núna hvernig þið getið tekið þátt ef þið viljið. Engin kvöð, en við erum þakklátt fyrir allt sem hann kemur inn til starfsins og biðjum Guð að blessa í Jesú nafni. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Meðan fjöldans nafnum fölna, muni fagra nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöll. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafnið Jesús, fagra nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú.
að syngja saman og lofum hann. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líða. How ég Takk. Og ég segi einu sinni enn takk. Amen. Eru þau ekki yndisleg? Algjörlega frábær. Hvernig væri að gefa þessum snillingum bara enn einu sinni gott klapp. Amen. Mér langar til þess að biðja ykkur kannski aðeins áður en við förum í orðið. Ég ætla að tala um vegakort lífsins í dag. Þetta er mjög praktísk predikun sem við getum notað í líf okkar. Mér langar til þess að tala við ykkur bara stuttlega í dag. En áður en við gerum það, þá vil ég að við rísum á fætur. Og bara svona tegjum aðeins úr okkur. Það er gott að standa og sitja. Og þeir sem að vilja, þá hvet ég þá til þess að lyfta upp höndum. Það þarf ekki að vera eitthvað hátt, bara eins og þið treystu ykkur til. Og það er líka svo mikið tákgrænt, vinir, að gefa Guði vald. Þú veist, við erum að gefast upp frammi fyrir Guði. Ég lít þannig á. Drottinn, ég vil bara komið fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir það að þú ert réttlátur. Þú ert sannur og þú ert trúr og þú ert fullur af kærleika. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú ert stærri en allar okkar kringumstæður. Þú ert meir en allt það sem við göngum í gegnum. Þú ert stærri en særindi okkar úr fortíð. Þú ert stærri en særindi okkar í nútíð. Og Drottinn, ég bið þig að gefa okkur lækningu fyrir anda þinn. Því ég veit að þú þráir að við lifum lífi sem er í fullri gnægð. Að við sem ekki bara áhorfendur af lífinu heldur að við sem hlutakendur. Að við tökum þátt í því sem að þú vilt gera fyrir okkur. Og ég blessa einn og sérhvern. Og ég bið þig, Drottinn minn, að við mættum taka við því sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Og við gerum það með trú og traust á að þú muni vel fyrir sjá. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen og amen. Fáðu ykkur sætir, elskurnar. Mér langar til þess að kannski aðeins áður en ég byrja að minnast á það sem ég talaði um síðast. Og þið sem að hafi verið þá eða hafi hlustað, þá tala ég um það hvað það er mikilvægt að taka rétta ákvörðun í lífinu. Og innan með okkur öllum þar er heilagur andi. Og hverjum einasta degi þá er heilagur andi. Hann er að kenna okkur, eða hann er að leiða okkur, eða hann er að styrkja okkur á einhvern hátt. Og oft á tíðum er það þannig að út að bara hraða nútímans, sem er stundum bara rosalegur, að þá heyrum við ekki það sem að Guð vill segja. Og við kannski tökum ranga ákvörðun í einhverjum kringumstæðum þegar Guð vill að við tökum kannski hugsanlega aðra ákvörðun. Og ég minntist í þessu samband á Davíð konung. Davíð var ótrúlega bara svona breyskur maður, alls ekki fullkominn. En það sem að Davíð hafði, sem að var svo einstaklega magnað, að hann hafði auðmýkt. Hann var auðmjúkur og hann heyrði röddu Guðs. Og ég minntist á það hvernig Davíð tók rétta ákvörðun í erfiðum kringumstæðum út af því að Sál var búinn að elta hann í mörg ár. Og vildi drepa hann út af því að hann var afbrýðisamur út í Davíð. Og ég talaði þegar Davíð fekk tækifæri til þess að stúta Sál, fyrir ekki að segja þetta á kristilegri samkomu.
Já, að þá gerði hann það ekki. Því hann heyrði röddu Guðs. Það kom eitthvað hik í sál og hafið þið tekið eftir því. Þegar við erum að fara að gera eitthvað sem við eigum ekki að vera að gera, þá kemur einhver innri þrýstingur. Og við vitum þegar við erum að taka ranga ákvörðun. Við vitum það. Guð lætur okkur vita. Það er bara þannig. En það er okkar að hneigja eyrað að því sem að Guð er að segja. Seinna meir, þegar Davíð var síðan orðinn konungur, og þegar hann var alla tíð kallaður til þess að vera konungur, og Biblían talar að konungdómur Davíðs hafi varað eilífu. Það var eitthvað við hvernig Davíð, þess vegna finnst mér mjög oft gott að taka hann sem dæmi, og það hann er svo gott dæmi að taka. En allavega, þegar hann var konungur, eftir mörg ára flótta undan Sál, sem var haldinn illum anda, kennir ritningin, þá var hann loksins konungur. Og venjulega á þessum tíma, þegar konungur tók við, veitir hvað hann gerði? Hann eyddi öllum afkomendum gamla konungsins til þess að tryggja sig í sessu. Ég veit, þetta er mjög hart að segja þetta svona, en þannig var þetta á þessum tíma. Davíð gerði það ekki. Davíð tók aðra ákvörðun. Hann tékkaði á hverju væru eftirlifendur Sáls. Og veitir hvað hann gerði? Hann bauð þeim að sitja við borð konungsins. Sem er alveg crazy, á þessum tíma. Því enginn gerði það. Og Davíð var einmitt þannig að hann gat í rauninni tekið við því og gert það sem að Guð vildi hann gerði hverju sinni. Út að hann var fljótur að fyrirgefa. Hann var fljótur að iðrast. En hann var greinilega líka ótrúlega fljótur að fyrirgefa. Og vinir, ef við ætlum að eignast líf sem er líf í gnægð, þá þurfum við að læra að fyrirgefa. Það er bara þannig. Það er einn af stærstu lyklum sem við getum eignast í líf okkar sem til er. Það er bara þannig. Þannig að mér langar svolítið í dag að tala praktísk mál sem að við getum gert til þess að eignast þetta líf í gnægð. Og vinir, áður en ég kannski fer inn í þessa lykla, þá vil ég náttúrulega nefna það að við förum öll í gegnum erfiðleika á lífsleiðinni. Við vitum það. Og rosalega margir koma til dæmis úr æsku sinni, skaddaðir, meiddir, brotnir. Við erum öll þar. Hvert og allir. Og það er engin, vinir, það er engin skömm í því. Það eru allir sem að fara á fullorðinsárin og þau hafa issues. Hver sem að þau síðan kunna vera, það er bara mjög breytilegt eftir fólki eða hvernig það vinnur úr því. En mér langar til þess að tala í dag hluti sem að við getum gert til þess að passa upp á það að við lifum góðu, innihaldsríku, blessuðu lífi. Hver er til? Ég veit að ég er allavega til. Þetta eru hluti sem ég bara lært í gegnum lífið. En hvað gerum við, vinir, þegar lífið hefur meitt okkur? Hvað gerum við þegar við komum kannski úr æskun okkar eða hjónabandin okkar eða sambandin okkar eða vináttin okkar og við erum bara meitt? Við erum í sárum. Hvað gerum við? Hvað gerum við? Það er góð spurning. Það er mismunandi hvað fólk gerir. Regla númer 1 sem að mér langar til að koma með fram hér í dag. Það er þetta, að lífið er betra í tengingu við fólk. Það er alveg þannig. Við vorum að ræða í gær, ég og Bjössi og fleiri. Hvað eru margir núna í þessu COVID ástandi sem hafa fallið fyrir eigin hendi? Af hverju? Út af því að tengingar fólks er einhvern veginn skakkar sem gerir það verkum að það kannski leitar í hugbreytandi efni, það upplifir vonleys og annað slíkt. Þannig að tengingar við fólk, vinir, skiptir öllu máli. Og þá er núna bara spurningin, hvernig þurfa tengingarnar að vera? Þegar ég var yngri, að þá í rauninu voru vinir mínir
ekkert eitthvað útpældir. Það var bara fólk sem að tók mér eins og ég var. Þið vitið. Fólk sem að hafnaði mér ekki. Það var í rauninni bara þannig. Við í rauninni bara nálgumst fólk sem að vill nálgast okkur, ekki satt. En það sem að gerist þegar við verðum eldri og við verðum aðeins vitrari, að við þurfum að velja betur fólk sem í kringum okkur. Það skiptir rosalega miklu máli að velja vel fólki sem að fer í okkar innsta hring. Og þetta búið að vera dýrmæt lexía fyrir mig. Og það ég hef ekki alltaf valið vel fólk sem að fer í minni innsta hring. En eftir því sem að ég geng með Guði, þá finn ég hvað þetta ofboðslega mikilvægt. Og hvað þurfum að gera, vinir, þegar við erum að velja fólk í kringum okkur? Við þurfum að gefa öllum samskiptum tíma. Ég alltaf svolítið áhyggjufull þegar fólk hendist úr einu sambandi til dæmis í annað. Þekkjandi ekki viðkomandi. Það bara ekkert sniðugt. Við þurfum að gefa öllum samskiptum tíma. Tíma og til þess að sjá hvort þetta sé eitthvað fyrir okkur og við þurfum að leyfa okkur að öðlast lækningu, ekki satt. Því að umhverfið þitt ákvarðar gæði lífstíns. Og mér langar að segja þetta aftur, umhverfið ákvarðar hvað stefnu líf þitt tekur og gæði lífstíns. Eitt punktur hérna sem mér langar til að gefa ykkur og sem hefur gagnast mér þessi. Tengdu þið fólki sem hugsar vel sjálfan sig. Fólk sem hugsar vel sjálfan sig hugsar oft á tíðum vel umhverfið sitt og þig þar að landi líka. Veldu fólk sem hugsar vel sjálfan sig. Vandaðu valið. Passaðu upp á það að þú sért ekki með fólk í þínum innsta hring sem að gera bátinn þinn lekan. Hvað gerist þegar báturinn lekur? Hann getur kannski verið á floti einhvern ákveðin tíma, en síðan sekkur hann. Og það viljum við ekki. Regla númer 2. Munið eftir reglunni frá mömmu að við ættum ekki að tala við ókunnuga. Ekki fara upp í bíl með einhverjum sem þú þekkir ekki. Regla númer 2 svolítið svipuð þessari reglu. En ég sný henni við. Passaðu að fá ekki ókunnuga upp í þinn bíl. Og ég ætla að segja þetta aftur. Passaðu að fá ekki ókunnugt fólk upp í þinn bíl. Passaðu upp á bílinn þinn. Passaðu upp á bátinn þinn. Þú þarft að vita og ég þarf að vita að við erum verðmæt. Við eigum það besta skilið. Og mér langar til þess að segja, sérstaklega kannski við konur hér í dag. Ef að menn að setja ykkur niður, gera lítið úr ykkur. Ef að menn að tala niður til ykkar, opnaðu hurðina og vísaðu viðkomandi út. Ekki leyfa fólki sem að gera lítið úr þér að ferðast með þig í gegnum lífið. Ekki gera það. Þið eigi meira skilið en það. Þannig leið og ykkur að fara að gera lítið úr þér. Vís honum burt. Lífið of stutt. Og ég segi þetta aftur, lífið of stutt að vera með fólki kringu sig sem bara hreinlega að drepa okkur. Það bara of stutt. Og mér langar til þess að minna þig á að þú ert verðmæt sköpun Guðs. Þú þarft ekki að sætta þig við neitt, þú átt að besta skilið. Þú ert dóttir, þú ert sonur konungsins. Þú átt að besta skilið. Ekki sætta þig við neitt minna en það. Þannig að dömur, herrar, vísið fólki út. Ég verð að segja ykkur, ég var að tala við einhvern daginn, varðandi hjónabönd. Og þið vitið, það eru hlutir sagðir í hjónaböndum og svo framvegis. Ég búin að vera gift alla mínum í 21 ár. Hann hefur aldrei sagt styggðaryrði við mig. Aldrei. Fólk heldur náttúrulega allir sé eitthvað fullkominn, hann það ekki. Hann hefur önnur vandamál, nei, tjók. En þetta það sem ég að tala Ástæðan fyrir því að ég hér út af því að allir svona. Vinni, það skiptir svo miklu máli hver í okkar innsta hring.
Því að Guð vill að það sem hann hefur sett innan með þér nái fram að ganga. Og veitu hvernig það gerist? Með því að velja í sinn einstakling fólk sem hvetur mann áfram. Fólk sem lyftir manni upp. Má ég heyra amen? Og vinir, við eigum ekki að sætta okkur við neitt minna en það. Það er bara þannig. Þannig ef þú ert á bíl og það er einhver ókunnugur sem kemur. Ókunnugur er til dæmis einstaklingur sem kann ekki að meta þig. Það er aðlið sem eru ókunnugur. Takk fyrir bless. Dýrmæt leksía, bara moving on. Ekki sagt. Amen. Þannig að regla númer 2. Ekki pikka upp ókunnuga. Þetta er mjög praktískt í dag. En ég vildi einmitt kannski undirstrika það. Því meira heilbrigði sem að við búum yfir, því meira heilbrigði dregur að þér. Heilbrigði nefnilega dregur að sér heilbrigði. Og því meira heilbrigði sem að þú ert, því betur sem að þú dílar við þína innri demona eða innri særandi, því meira getur í raun hjálpað öðrum. Því meira hefur að gefa. Og þetta á við andlega, þetta á við félagslega, þetta á við fjárhagslega, þetta á við á öllum sviðum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að setja súrefnisgrímuna fyrst á sig áður en við förum að hjálpa ykkurum sem eru í rauninni að ganga frá okkur. Þetta er gott. Jafnvel þótt ég segi ekki amen. Amen. Númer 3. Veldu ákvörðunarstað. Ekki fara bara eitthvert í gegnum lífið. Hvert langaði að fara? Hvað viltu gera? Hvernig ætlar að fara þangað? Vinir, verði með ykkar plan og hreinu og verði meðvituð það að Guð hefur sett innan með einum og sérhverjum eitthvað sem að við eigum að sjá verða veruleika í líf okkar. Það þýðir að við megum taka pláss. Við eigum að taka pláss. Það þýðir að það sem að Guð hefur sett innan með þér er bara innan með þér. Það er engin annar sem að getur tekið þitt pláss. Þannig í vegakorti lífsins hvert viltu fara? Og oft er það þannig að við veljum inn í líf okkar fólk sem er kannski með svipan, smekk á mat eða það byrja þannig eða eitthvað svoleiðis. Fyrir mér skiptir gríðarlega miklu máli að velja inn í líf manns fólk með svipa gildismat. Fólk sem skilur. Vitið það, ég geti ekki verið gift einhverjum öðrum en alla út af því hann skilur mig, hann skilur kjarnan minn. Hann skilur hvað trúin skiptir mig gríðarlega miklu máli. Og hann er ekki bara áhorfandi, hann er þáttakandi. Það er svo mikilvægt, þess vegna finnst mér svo dýrmætt að pör koma saman og taka þátt saman á göngunum með Guði. Veistu, auðvitað veit ég það, stundum er það ekki hægt, en ég er að meina, veljið eitthvað sem er með svipa gildismat. Veljið eitthvað vini sem eru með svipa gildismat, sem að sér innan með þeir eitthvað sem að Guð sér. Og vinir, veljum bara vel. Veljum vandlega og veljum vel. Við megum velja vel og við megum taka okkur tíma í það. Í Jesú nafni. Þannig að veldu ákvörðunarstað. Annað sem ég hef tekið eftir varðandi það, hvaða skiptir máli að vera með eitthvað sem ég get leita til. Það er rosa breytilegt eftir tíðum lífsins, hvað við erum að fara í gegnum, hvernig við leitum til. Ég man þegar ég var í mentó, þá var ég nú ekkert að leita eftir einhverjum svona andlegum, einhverjum gúrú til þess að hjálpa mér. En aftur á móti, þegar ég verð eldri, þegar ég eignaðist börn til að mynda, þá er svo gott að hafa eitthvað sem er búinn að fara brautina undan okkur. Veljið ykkur eitthvað sem að þið getið tala við. Fengi lánaða dómgreind hjá. Það er rosalega dýrmætt. Fengi lánaða dómgreind. Fólk sem hefur farið veginn á undan og hefur reynslu. Og ég vil kemur með ábendingar, passa á þessu. Þetta getur verið til tjóns. Fyrir bara nokkur mánuð síðan þá fekk ég andlegan leiðtoga inn í mitt líf og það breytti bara alveg ótrúlega miklu. Það stækkaði mitt líf og hjálpaði mér að taka betri ákvarðanir. Þannig að finnið eitthvað sem að getur verið þessi rödd inn í lífið.
sem að geta gefið ykkur ábendingar, hvatt ykkur áfram, eitthvað sem að hefur farið veginn á undan. Númer 4, og mér langar aðeins til að dvelja við þann punkt. Ekki fara með óþarfa farangur í gegnum lífið. Og vinir, við vorum líka að tala um það svolítið í gær. Hvað er mikilvægt að eignast lækningun í lífið? Ég talaði um barnæskuna og við förum öll ósködduð. Nei, við förum öll sködduð. Við förum öll sködduð í gegnum æskuna. Þið vitið það. Það er ekki til foreldri sem er fullkomið. Ég er allavega ekki fullkomið foreldri. Spyrjið bara börnin mín. En hvað er síðan það sem við gerum við sársaukana okkar? Og rosalega margir fara í gegnum lífið með alveg þvílíka bagga. Og við erum svo reið og við erum svo sár. Og hverju fá kenna á því? Það er ekki fólki sem særði okkur. Það er fólki sem við elskum. Og jafnvel við sjálf. Og vinir, í staðin fyrir að fara í gegnum lífið með fullt að bagga, að þá skiptir svo miklu máli að við horfist í augu við það sem er búið að vera að særa okkur. Og við fáum lækningu inn í ákveðin svið lífs okkar. Vitið að baggarnir, hvað segir Jesú? Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veit ykkur hvíld. Hann er búinn að segja það. Hann sagði, þú þarft ekki að gangi í gegnum þitt líf með bagga á herðunum. Þér er ekki ætlað að gera það. Og ég heyrði setningun daginn sem að gjörsamlega hitti mig á milli augnanna. Ég ætla að reyna að finna hana hérna. Hérna er hún. Ef þú dílar ekki við þína innri demona, þetta var á ensku, þá farði niður í kjallara af sáliðinni og lyfta lóðum. Náðu þessu. Ef þú dílar ekki við þína innri demona, þá farði niður í kjallara á sáliðinni og þeir fór bara að lyfta lóðum. Búið til rækt niður í kjallara. Ef þú dílar ekki við þinn innri sár, þá batna þau ekki. Þau versna og þau brjótast fram í óæskilegri hegðun. Það er það sem gerist. Páll postuli, áður en hann var kristinn, þá fór hann og var að terrorisera kristið fólk. Hugsið ykkur. Hann varpaði fólk í fangelsi. Hann jafnvel gerði það verkum að einhverju voru drepnir. Þegar loksins á ljósið var fyrir andlegri vakningu. Hugsið ykkur hvernig honum hefur lifið. Og hugsið ykkur líka fólkinu sem hitti Pál. Og hann hafði kannski gert eitthvað á þeirra hlut. Fjölskyldumeðlimur sem hefur kannski verið varpað í fangilsi eða drepin eða eitthvað þvíumlíkt. Hugsið ykkur. Bagginn sem að Páll postuli í rauninni þurfti að bera. En hann segir þetta sem er ekkert ósvipað þessu varðandi innri demonana. Hann segir þetta svona í Efesbréfinu. Hann segir, ef þið reiðist, þá syndið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði ykkar. Og hann segir síðan, gefið djöflinum ekkert færi. Og ég hef oft hugsað þetta, sólin má ekki setjast yfir reiði okkar. Er það bara yfir höfuð hægt? Stundum bara reiðustu og það er orðið dimmt úti. Hvað gerum við þá? Þetta var algengt, þetta var sagt í gamla dag svona og þetta þýddi ekki fyrir klukkan 8 í kvöld þá þarf þú að vera búin að fyrirgefa og það er engin reiði. Þetta snýst ekki um það. Þetta snýst miklu frekar það að sól lífsins megi ekki setjast yfir reiðina. Og það skiptir nefnilega svolítið miklu máli. Það að reiðast er eðlilegt. Og það er meira þess að nauðsynlegt til þess að koma sér út úr óæskilegum aðstæðum. Við eigum að reiðast. En þegar reiðin tekur bólfestu í hjarta okkar, þá verður hún svo miklu, miklu verri en það. Og hún fer að geta af sér alls konar afkvæmi. Og það stendur, gefið djöflunum ekki færi, ekki leyfa honum að fara niður í kjallara á sáleikar og fara að lyfta lóðum. Og það gerist
ef þið leifir reiðinni bara grassera og grassera og grassera. Og hver skemmist við það? Við sjálf. Okkar samskipti í dag skemmast við það. Það er það sem gerist. Við getum ekki notið lífsins eins og við ættum að njóta lífsins, eins og Guð vill að við njótum lífsins, ef við tökum þá leið í lífinu. Vinir, Guð vill meira fyrir þig en það. Og þess vegna segir hann, látið ekki sólina setjast yfir reiði ykkar. Allt í lagi, gefið þið tíma, en afgreiðið síðan málið og sleppið í tökunum. Og ég ætla kannski að fara aðeins betur í það, hvernig það er gert. Þegar það er ekkert allir sem að kannski átta sig á því. Það sem að Páll er að segja, dílaðu við þetta sem fyrst. Leifðu ljósi Guðs að varpa sínu ljósi á það sem er að í lífinu. Og gefðu honum tækifæri til þess að koma inn í hjartað og gera það sem gera þarf. Og ég talaði það síðast, þegar við blessum óvin okkar, hvað erum við í raunin að gera? Við erum að biðja vogaskálar Guðs. Guð veit hvað fólk þarf. Og Biblían kennir að það er drottinn sem hefnir. Það er drottinn sem að gefur fólki það sem að það þarf á að halda til þess að það leiðrétti sig. Ef þið skiljið hvað ég meina. Þannig að leifið Guði og leifum Guði að taka það plás og treystum honum fyrir því. Og svo stendur hérna aðeins seinna í Efesus, láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, háfað og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilju hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur. Vinir, ég ger mig fulla grein fyrir því að sumt er bara rosalega erfitt að fyrirgefa. Ég hef alveg staðið fram fyrir því að það er ákveðnir hlutir sem ég hef haldið í út af það er bara erfitt að fyrirgefa. En fyrirgefning er ekki fyrir fólk út í bæ. Fyrirgefningin er fyrir þig. Hún er frelsi fyrir þig, hún er frelsi fyrir mig. Og rosalega margir misskilja fyrirgefninguna. Fyrirgefningin er til þess að leysa þig. Hún er til þess að leysa mig. Og hefði Davíð til að mynda ekki fyrirgefið, það hefði aldrei Davíð gert það sem að Davíð gerði. Hann var bara með hendurna frjáls til þess að taka við því sem að Guð vildi gera í gegnum líf hans út af hann var tilbúin að fyrirgefa. En það er ákveðin auðmýkt sem felst í því. En mér langar til þess að aðeins að fara í hvernig fyrirgefum við. Ég sé svolítið fyrirgefninguna, eða ég sé svolítið svona brot á mig og þegar ég var að vinna í bankagerunum, allt út frá einhverjum reikningum og peningum, að þá lít ég svoleiðis á að þegar fólk brýtur á mér, þá myndast eitthvað skuld. Það er eitthvað sem að tekur út af mínum reikning í bankunum og það er ekki góð tilfinning. Ég vil ekki að fólk fara inn á minn tékkareikning og fara bara að taka út pening. En þannig er það þegar fólk brýtur á okkur. Við upplifum eins og fólk skulda okkur. Ekki satt. Ég stundum upplifið það, fólk bara skuldar mér, búin að vera vondu við mig og skulda mér. En það sem er svo vond við það, þegar við leifum okkur að horfa þannig á það er þetta. Það er alveg sama hvað viðkomandi myndi gera ef hann kæmi til þín og bæði afsökunar. Það er í rauninni ekkert sem að getur bætt fyrir það sem hefur gerst. Ekki neitt. Það er ekki hægt að gefa þér aftur tímann þinn, virðingu þína, gleði þína frá þessum tíma. Það er ekki hægt að gefa okkur tilbaka það sem hefur verið tekið frá okkur. Þess vegna er svo mikilvægt, vinir, að við afskrifum skuldina. Ég horfi svolítið á þetta þannig og ég man það í hruninu, ég var að vinna í banki í hruninu, æðislegu tími, by the way, alveg frábær. Þegar bankinn fór loksins að afskrifa skuldir, hvað gerðist? Fólkið steig út úr helsi og allt í einu gat þjóðfélagi farið aftur að ganga með eðlilegum hætti.
Og það sama gerist þegar við erum tilbúin að afskrifa skuldir. Allt í einu fara hlutirnir ákveðið frelsi eiga sér stað og bankarnir fengu allt tilbaka. Þeir afskrifuðu eitthvað en þeir fengu allt sitt hvort sem er. Afskrift gefur nefnilega frelsi. Og það kannski bankarnir áttu þessi á því í rauninu of seint. Að í því að afskrifa á þegna landsins skuldir felst frelsi. Frelsi fyrir einstaklingana að fara að vinna aftur og verða, þið vitið, búa til peninga og svo framvegis. En það sama gildur okkur. Og mér langar til þess að fara í bara örstutt, hvernig við gerum þetta. Oft á tíðum, þá nefnilega, þá fyrirgefur fólki við svona almennt. Þessi hefur verið vondu við mig, ég bara drottin í fyrirgjöfunum. Fyrir mér, og ég legg til að þið bara íhugi það, þau þurfum ekki endilega að gera það, en fyrir mér, þá hjálpaði mjög mikið að skrifa upp nákvæmlega hvað mér fannst vera gert á minn hlut. Ég skrifaði, og þið getið, dæmi. Hann tók frá mér æsku mína, eða þessi ár voru tekin, eða eitthvað slíkt. Þannig að þú listar upp hvað þú telur að hafa verið tekið frá þér. Og rosalega margir fara ekki í þessa vinnu, en þessi vinna skilar mestu. Leið og þú er búin að setja upp blað og þú sérð í rauninni skuldina, þá getur þú líka beðið Guð að frelsa þig inn á tilteknu sviðum lífstíns. Og þegar þú eru búin að skrifa þetta allt niður, út af það er alveg ofboðslega therapeutic að skrifa niður, þannig að þetta er bara algjörlega visuált. Ég veit að þau gerir þetta í tólsporakerfinu, bæði það sem að þú hefur brotið á öðrum og líka það sem hefur verið brotið á þér. Þetta skiptir máli. Af hverju? Því að þú ætlar að afskrifa skuldina. Það sem að þú gerir er síðan að skrifa, ég afskrifa. Þetta er búið. Þessi einstaklingum má ekki taka neitt meira frá mér, þetta er búið. Og til þess að kannski átta sig á því, þá er fyrsta skrefið hver hefur brotið á manni. Og flestir vita það. Flestir eru alveg með þá á hreinu, hver það er sem braut á. Númer 2 er einmitt að skrifa þetta niður. Númer 3, að fyrirgefa. Það er að taka ákvörðun að fyrirgefa. Og það er ekki þannig að þegar við fyrirgefum að þá fáum við eitthvað gæsóð og það gerist eitthvað og við heyrum eitthvað trommusóló í andanum og eitthvað gerist. Það er ekki þannig. Fyrirgefning er fyrst og síðast bara ákvörðun. Ákvörðun að þú ætlar ekki að lifa í fortíðinni. Þú ætlar að halda áfram inn í framtíðina. Páll postuli sagði á öðrum stað, hann sagði ég gleymi því sem að bakjar. Ég seilist eftir því sem framundan er. Og hann þá að meina að hann muni aldrei muna neitt sem að gerðist, það þýðir það ekki heldur. Heldur það að ég ætla ekki að búa í fortíðinni. Ég ætla að vera tilbúin og seilast eftir því sem er fyrir fram að mig. Og vinir, til þess að við eignumst líf í gnægð, að þá þurfum við að vera tilbúin til þess að seilast eftir því sem að Guð hefur fyrir okkur. Má ég heyra með hann? Þannig ákvörðun að fyrirgefa. Afskrifa skuldina. Og vinir, fyrst sinn að þá munu tilfinningarna poppa upp aftur. Það er eitthvað sem kemur og sagði, manstu, hvað var vondu við þig þarna? Þá segir við tilfinningunni þína, það er rétt, en ég er búin að afskrifa þetta. Þetta er búið. Þetta hefur ekki verið valdið um mig lengur. Og þegar þú og þegar andi þinn tekur stjórn á þínum tilfinningum, veitir hvað gerist? Tilfinningarna fylgja. Það er nákvæmlega það sem gerist. Tilfinningarna fylgja. En við þurfum að vera meðvituð. Við þurfum að segja við fortíðin okkar hingað og ekki lengra. Þetta er búið. Nú ætlum ég að taka ábyrgð á minni hamingju til framtíðar. Af hverju? Því á það skilið. Og mér langar að minna einn og sér hvern hér á. Þú átt skilið að vera hamingjusamur. Þú átt skilið þetta líf í gnægð með Guði.
Og ekki leyfa djöflinum að fá færa okkur með þessum hætti. Það er að byggja upp hérna gym í kjallaranum. Allir að byggja hérna gym í bílskúrnum okkar. Þetta er ekki beint á honum. Allir nefnilega freka fljótur að fyrirgefa. En það sem ég vildi segja er þetta, vinir. Gefum ekki djöflinum færi. Og við erum búin að tala rosalega mikið 2021 og ég held að allir finni það. Það er eitthvað breytt í andanum. Það er eitthvað léttir í andanum. Ekki fara með farangur síðan 1995 inn í 2021. Let it go. Og tökum við því sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. Leifum okkur það, vinir. Og ég veit ef að þú getur komið hérna upp og sagt, ég myndi trúa þér, ég veit að þú hefur gengið í gegnum hluti. Ég veit það. Og er þetta alltaf sanngjarnt? Nei. En það er alltaf frelsi í fyrirgefningunni. Munið það að réttlæti tilheyrir Guði. Guð sér það. En frelsi tilheyrir þér. Frelsi tilheyrir þér. Frelsi tilheyrir mér til þess að gera það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Má ég heyra amen? Amen. Og í dag, vinir, þá skori ég á okkur öll að fara yfir þessi mál. Lista það bara reynilega upp. Og fyrir mér, ég gerði þetta einu sinni, skrifaði þetta niður og svo kveikti ég bara reynilega í, ekki húsinu mínu en bréfinu. Og vitið það, þetta var svo óbúslega frelsandi. Þetta er bara svona, kaflaskil. Þetta er búið. Og það er bara dásamlegt. Og megi þetta dæmi í fortíðinni vera bara búið. Rísum að fætur. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, þú ert réttlátur. Og jáfnvel þótt að við finnum það stundum ekki. Við áttum okkur ekki á því, þá bara treystum við þér. Við ætlum ekki vera að bera bagga frá einu tímabili til annars. Við ætlum að vera frjáls. Við ætlum að leyfa þér, Drottinn minn, að díla við það sem að þarf að díla við. Og Drottinn, við bara leggjumst á altarið þitt. Og ég bið, Drottinn minn, að þú starfir fyrir anda þinn. Og ég bið fyrir þeim sem eigum sárt að binda hér í dag. Sem að hlusta mál mitt í gegnum netið. Eða eru hér í salnum sem hafa upplifað svik, jafnvel ónýta æsku. Eða hvað sem það kann að vera. Guð, þú ert sá sem að byggjur upp. Þú ert farbrautabætir. Þú bætir upp það sem að hefur ekki verið eins og það átt að vera. Og ég þakka þér fyrir að þinn kærleikur er ævarandi. Hann er alls þar í kringum okkur og þú heldur okkur uppi. Og í Jesú nafni, Drottinn, að þá í trú og trausti þá leggjum við það. Allt sem við höfum gengið í gegnum við fætur þínar. Og við sleppum tökunum. Við ætlum að varpa af okkur allri byrði. Því að þú berð umhyggju fyrir okkur, kennir réttningin. Og Jesús, þessi kærleikur sem á að flæða í gegnum okkur, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð, bindindi. Allt þetta, allir þessi ávextir mættu þeir vera ljóst lifandi í líf okkar. Og allt sem að kemur gegn, Drottinn, það færi við þér. Við setjum það við fætur þínar. Halleluja. Ég lyft upp nafni þínu, heilagi Faðir. Í Jesú nafni, mér langar til þess að biðja bæn frelsisins ef að einhver er hér að hlusta eða er hér í salnum og hefur ekki tekið formlega við Jesú sem sínu persónulega frelsara. Það er hann bara einni bæn í burtu. Hann heyrir. Og vitið það er ekki til betri gjöf heldur en að vera með Jesú í hjartanu. Heilagan andi í hjartanu sem leiðir okkur. Þannig að mér langar til þess að biðja og ég bið ykkur að hafa bænina upp eftir mér. Og hún er svona: kæri Jesús,
Ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Ég bið að fyrirgefa mig sérhverja synd. Ég bið að ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég er þitt barn. Í Jesú nafni, amen. Amen. Drottinn blessi ykkur.